Já, velkomin. Velkomin í hlaðvarp Iðunarfræðsluseturs. Helen Grey heiti ég og leiðtogi alþjóðaverkefna hjá Iðunni. Ég fæ til mín innlenda og erlenda gesti sem eiga það sameiginlegt að hafa upplifað og starfað í öðru landi með styrk frá Erasmus+, sem tilheyri menntaáætlun Evrópusambandsins. Markmið þessara ferða meðal annars að auka faghæfni, efla menningarlæsi og kynna Evrópu sem eitt atvinnusvæði. Í dag ég komið með 2 góða gesti, iðnnemann í matreiðslu og meistari í framreiðslu, Ylva Andrea Guðrúnadóttir. Velkomin. Andrea Ylva Guðrúnadóttir. Andrea Ylva, þetta svona, snerist við hjá mér. Velkomin Andrea Ylva. Takk fyrir. Og svo það Ólöf Ólafsdóttir. Já. Og hún Ólöf er sveinn í konditor. Já. Báðar brennaðir fyrir sætindum og við ætlum að eiga hér saman smá spjall ævintýri ykkar í Evrópu. Þannig að mig langar bara að biðja þig, Ólöf, að segja bara svolítið frá þér og hvað þú ert að gera og hvert þú fórst. Herra, já, ég heiti Ólöf og ég er konditor, eins og þú sagðir. Árið 2019 þá fór ég út í skóla. Ég fór til Danmerkar að læra konditorinn út af hann ekki kendur hérna heima. Fór til Ringsted og var þar í 4 ár. Var það CBC? Já, CBC. Okay. CBC, okay. Já, og fekk einmitt styrk til að fara þangað sem að borgaði bæði flugið og og uppihald og gistingu og allt það sem hjálpa alveg mikið út af því að nemendur í Danmörku sem á samning þeir fá borgað. Já, þau eru á launum, líka í skólanum, það ekki? Jú, það passar. Þannig að, og við erum það ekki. Þannig að hjálpaði mér mikið að fá styrk frá ykkur. Þannig að maður var ekki alveg peningalaus þegar maður kom tilbaka. Ok, frábært. Já, og ég útskrifaði það 2021. Og einmitt ástæðan okkur ég vildi fara þangað út er að það er bara kennt bakarinn hérna heima og ég brann meira fyrir köku og eftir þetta gerð. Þannig að ég kildi á þetta og fór þangað. Og það er þetta bara skipti málið, þú veist, við Íslandi lítið land og erfitt að halda öllu úti að við getum þá haft þessi tækifæri fyrir ykkur til þess að geta farið, þannig að það er geggjað, sko. Já. En hvað segir þú, Andrea? Ég er náttúrulega nýkomin heim frá Svíþjóð, þar sem að ég var nemi í bakari á háu leveli og þau leggja meira áherslu á eftirrétti og kökur og svoleiðis. Hvað heit staðinu sem þú varst á? Sokkersjökar. Sokkersjökar. Ja, sikursjokk. Já, ok. Já, og þetta er í Stokkólmi, eða ekki? Já, Stokkólmi Svíþjóð. Og ég náttúrulega skipti yfir í pastry bara fyrir aðeins meira en hálfu ári síðan. Já. Og er sérst á kokkasamning og get þar að leiðandi þá farið á vegum ykkar út og það er náttúrulega alveg ómeðanlegt að fá þessi tækifæri að geta farið bara út fyrir Ísland og gert eitthvað nýtt og farið út fyrir það hindramann. Það er frábært. Hvað ykkur svona til þess að leita út fyrir landstæðina? Ég skil kannski, akkur þú þurftið þess að en hvað var það svona hvað ykkur til þess að leita út fyrir? Það er alveg svolítið takmörku þekking á eftir þetta heiminum en við erum alveg auðvitað með flotta bæði bakar og pastry-chef-feðna en það er alveg takmarkað á veitingastöðum til dæmis. Þannig að mér langaði að fara eitthvað lengra út og gera þetta vel og læra af flottu fólki. Oft sem að það er ekki konditorar eða eftirréttakokkar, við ætlum að þýða pastry-chef yfir á íslensku á veitingastöðum. Það er oft bara sleppum því bara, setjum neman í þetta eða látum kokkana búa þetta til sem er smá leiðilegt út og þá er ekki þessi pastry þekking skilur á eftirréttunum og það er svona sem að hamlar mann sem þess að geta svona víkkað og lært meira til að læra eins og Andrea segir, það er ekki mikil þekking inn á Íslandi þannig að það er líka minnsta áherslan lögð á eftirréttuna yfirleitt af því að þetta er náttúrulega veitingastaðar sem að menntaðu kokkar er að vinna en það er náttúrulega ekki konditor að vinna þarna til að sér hana eftirréttuna og gera á flotta. Þetta er alveg svona minnsta áherslan á seðlinum. En það er nú að breytast. Ég svona upplýði það allavega, mér er mjög gaman að fara út að borða og þetta er alltaf að verða betra og betra. Já.
og ég get nú alveg rifið upp sko þegar ég vann sem aðstoð í eldhúsi fyrir alls ekki svona 30-40 árum síðan að þá var maður látin fara í forréttin og eftirréttin. Já, akkurat. Það var svona, það var það sem maður fekk að gera. Þannig að já, en þetta mun breytast, ég alveg samfærð það. Já. Ólið verum að taka á okkur. Já, þeir algjörlega að breyta þessu. Fullt af flottu ungu fólki sem að koma inn á þetta svið. Algjörlega. Fannst ykkur eitthvað öðruvísi komið fram við ykkur erlendis þegar þið voru hérna úti að prófa okkur áfram með við hérna heima? Er eitthvað svona menningamunur eða hvernig að vinna í eldhúsi eða bakari? Minningrinn að öll Norðurlöndin eru mjög svipuð í menningu. Það allir bara mjög opnir og velkoming og þú veist, vilja líka heyra hvað þú hefur að segja, þú veist, frá bransanum heima. Þannig að þetta er bara ótrúlega góður andi á staðnum sjálfum að fá, þú veist, nýjan inn frá öðru landi. Já, sko námið mitt var alltaf dönsku, sko, þannig að ég kom inn ekki, þú veist, bara með þessa grunnskóla dönsku, sko, sem ég var harð ákveðin í að nota ekki, ég er ekkert að fara að flytja til Danmerkur. En það tók allir ótrúlega vel á móti mér og kennararnir voru líka mjög skilningsríkir, hjálpuðu mér ótrúlega mikið. Þannig að, já, það bara tekið mér opnum örmum þótt ég kunni ekki stakt orðu í tungumálinu. Já. Þannig að, já. Skilabóðin eru rauninni til allara sem eru að hlusta, ekki afskrifa skóladönskuna. Nei, alls ekki. Algjörlega, sko. Getur notað hana eitthvað alltaf. Það er alltaf, sko, þegar maður sérstaklega. Fannst þú líka kannski fyrir því í Svíþjóð? Sko, tungumála er svona, ég náttúrulega talaði bara ensku en ég skil alveg svona smá sirka hvað að segja. Sænskan er alveg nær íslenskunni. Það er auðveldur að skilja hann en dönsku. Já, en þau sjálf voru ekki það sleip í enskunni. Þannig að stundum var alveg tungumála örðuleikan. Alveg svona erfitt að leipina mér eða eitthvað svoleiðis. En þú veist, þetta reddast allt og ef eitthvað þá lærir maður bara þessu. Þú veist, það var bara skemmtilegir brandarar sem við erum því. Er eitthvað einhver svona einstöku upplifin að svona lærdómur sem ykkur finnst mikilvægt og eitthvað fannst mikilvægt að deila með öðrum þegar þið komið heim? Þú veist, einhver menning, einhverja vinnuaðferðir, er eitthvað svona sem bara, já, heyrðu, þetta myndi ég vilja deila með mínum kollegum hérna heima? Sko, þetta var rosalega þroskandi. Ég fór út 19 ára en þá smá að lagast af gelgjunni, sko. Og mamma sagði að ég fór út og kom heim bara sem fullorðinn einstaklingur. Þannig ég lærði rosalega mikið náttúrulega að vera í landi sem ég þekkti ekki neitt og þurfti að standa svolítið mikið á eigin fótum. Og svo var þekkingi mín sem að ég fekk út frá náminu að koma heim og ég var oft með bakaranema í bakareinu mínu og það var svo ómetalegt út og mér var svo gaman að kenna að ég náði, þú veist, að kenna þeim eitthvað. Mér varst það mjög skemmtilegt. Frábært. En þú? Já, maður náttúrulega verður að vera sjálfstæðar þarna úti og ég hef farið áður til Noregs á ykkar vegum í framleiðslunni. Þannig að það er ekki fiskið hjá mér. Spegelsalinn, eða ekki? Jú, já, passar. Algjörlega, já. Það var bara í COVID-inu, eða ekki? Jú, já, og svo fekk ég vinna hann í kjölfarið, þannig ég var alveg í áraðna. Já. Algjörlega, já, ég voru að gleyma þessu, sko. Það er alveg svona tvöfaldur. Já. Tvöfaldurmeistari. Ég er reglulegur viðskiptavinur. Já, það er frábært. En já, ég fann meira fyrir því þá að því ég var svo ung. Ég var 20 ára þá að vera 21 árs. Að, þú veist, það er alveg meira en að segja það að flytja til útlanda á sínum eigin vegum, nýr vinnustæður, nýtt heimili, bara nýtt umhverfi. Þannig að þú þarft alveg svolítið að standa í bara lappirnar og að vera bara líka, þú veist, opinn að kynnast fólkinu og algjörlega. Alveg, já, þetta er alveg meira en að segja. En var eitthvað svona sem þegar þú kemur heim sko eins og eftir hérna Sokkersukur að hérna þú kemur heim og horfir svona á það sem þú ert í dag sko. Já, 100%. Er eitthvað svona, eitthvað alveg sem stendur upp úr sem þú sagði bara ok, já, vá, þetta tek ég með mér frá Svíþjóð sko. Mér langar að segja aðalega bara að kynnast eigendunum báðum, af því þau eru bæði rosalega stóri í bransanum og voru mjög mikið að hvetja mig áfram, þú veist, að fara heim og gera eitthvað. Þessi hvatning sem er svona, já, svo mikilvæg. Já, og bara gefa mér ráð, þú veist, að
vera metnaðarfull og gera vel. Já, frábært. Þeir eru kannski aðeins búin að svara þessu svona óbeint en svona hafði þessi reynsla svona áhrif á okkur svona sem fagmennsku og persónulega og þeir eru svolítið búin að svara því sko að þú færi út sem gelgja og kemur heim sem fullorðinn einstaklingur. Það er þroskandi og gefandi. Já. Það algjörlega en svo vonandi eru þið búin að hugsa aðeins þessi 3 orð sem lýsa reynslunni, voru eitthvað búin að pæla í því? Eða myndi bara segja einhver 3 orð bara. Þroski. Já. Þekking. Fagleg vinnubrögð. Já. Þroski, þekking, fagleg vinnubrögð, það er flott. En mér langar mest að segja, farðu bara. Já, farðu bara, gerðu þetta. Ekki óhugsa þetta, bara gera þetta. Hættu að hugsa þetta svona. Já. Það er nefnilega sko svo frábært að matvæla geirin, hann er svo óhræddur við að taka þetta stökk sko. Já. En við erum að reyna að hvetja aðra greinar til þess að fara líka. Það hefur gengið svona alveg þokkalega í byggingagreinunum. Já. En vel- og málmteknikagreinar. Já. Það er svona eitthvað ekki svona komin hefð. Þannig að ef eru einhverjir svona, málm- og veltekni aðilar hann út að hlusta. Þannig að þið segir bara, farið bara. Í versta falli þá lærir ekki neitt. En þú ert með ferðasögu, skilur. En það er voða hæpið að þú ferð eitthvert og lærir ekki neitt. Og það ég á hverju meinast degi að læra eitthvað nýtt. Já, samanlega. Algjörlega. Það er góð skilaboð. Komiði heim með minjagrip? Ég kom með Sveins jakka minn. Ok. Með danska fánunum, sem er mjög skemmtilegt. Ertu svona að fara í hann svona reglulega? Mjög sjaldan, en hann hengur uppi og alltaf gaman, þú veist, að sjá hann og bara eitthvað, ég afreikaði þetta. Já, setur þetta í ramma og upp á vegg? Já, akkurat. Einu gripur sem ég kom með heim er að ég var að gera uppskrift alveg í byrjun og ég setti alltaf mikið pipar og þegar ég var á síðasta deginu mínum þá gaf hann mér það í svona krukku merkt mér. Krústað sko og svona ágætis áminning sko. Já. Það er í lagi að fokka upp. Það er í lagi að fokka upp. Það er bara svona algjörlega. Það er bara partur af þessu að gera mistök og læra þeim. Læra þeim ás að hausinn sér tekin af ykkur. Og mér ætla hann aldrei gera þetta aftur. Nei, þetta situr alveg fast í mér sko. Ég fekk sko símtal bara, Ólöf, ég fokkaði upp og ég bara, herri, þetta kemur fyrir sko. Besta fólk. Þetta er alveg rússibanni sko. Þetta er alveg auðvitað og þið alveg svona fáið stuðning af hvor annari í þessu. Já. Og svona peppa okkur aðra áfram rosa mikið. Frábært. Þá svona langar mig svona kannski að beina svona síðustu spurningum til ykkar að svona einhver ráð sem þið myndi vilja deila til þeirra sem er að velta þessu fyrir sér, hvort þið ætti að fara. Eru búin að segja þetta en segja þetta einu sinni en bara farði, þú veist. Gerðu þetta bara. Þú ert alltaf að fara að læra eitthvað. Já. Og kynnast nýju fólki, eignast nýja vini. Tengslanetið bara. Tengslanetið, það er alveg ómetanlegt. Já, geti fengið betri tækifæri út frá því eða ef þú ferði eitthvað flott og þú veist, bara tapar aldrei á sig. Nei, einmitt. Og þið bara mælið algjörlega með þeim að nýta svona, aðalega eins og yðunni að Já, bara sérstaklega yðunni. Af því það er bara alveg ómetanlegt að fá styrk, þú veist, fyrir að geta farið af því að ef þú ert ekki í fjárhagslegri stöðu til að geta farið út, þá bara ekki spurning að nýta sér yðuna. Og það hefur verið svolítið svona allavega svona drifkrafturinn hjá mér er að háskólasamfélagi hefur haft þetta tækifæri í mörg ár. En iðnaðar samfélagi ekki eins. Nei. En svona, þetta er það sem við höfum verið að vinna að en svo líka bara kynnast ykkur og þú veist, sjá andlitun ykkur af því að íðan er alveg stærra og meira en fólk gerir sér grein fyrir. Þið líka haldið svo mikið utanum okkur, skilur við. Það sést að þið ekki vænt okkur. Algjörlega. Það er mjög vænt okkur. Þess að það er alveg langt sen ég fóð til Noregs og Inga Birna myndi alveg eftir mér. Og ég hef séð hann í mörg ár. Hún var alveg bara hægandræmi. Hvernig gengur? Algjörlega, og það er bara frábært að líka fyrir þessi sjá þennan fjölbreytta bakgrunn sem þið hafið og þið getið svona komið inn og farið út og breytt bara, kurs
og ef við getum stutt ykkur í þetta og stýða líka við bara yngreinar, gera þetta aðlaðandi fyrir fólk að koma inn í og starfa, það er bara geggjað sko. Já, akkurat. Flotta fyrirmyndi, þannig að Jæja, eitthvað að lokum? Ég held að þetta var bara allt sko. Já. Mjög flotta spurningar. Já, þið er bara flottar og bara gangi ykkur áfram vel og og bara endilega hafið samband við ykkur að við getum eitthvað stutt við ykkur frekar. Já, takk hérlega fyrir það og takk fyrir að fá okkur. Takk fyrir að fá okkur. Bless. Bless.